dagskrá sem er umræða að bílastæðaréttindi núverandi íbúa séu tryggð áður en farið í þéttingu byggðar í afmörkuðum hverfum. Og til máls tekur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Mig langar til að byrja því að rifja upp að tillaga svo hljóðandi var samþykkt fyrir rúmu ári síðan leið og við samþykktum aðalskipulag hér á fundi og ég ætla að fá bara að lesa hann upp með leyfi forseta. Lagt til að borgin gæti bílastæðaréttinda núverandi íbúa. Áður en farið í framkvæmdir við þéttingu í afmörkuðum hverfum brýnt að borgin gæti að hagsmunum þeirra íbúa og fyrirtækja sem fyrir eru. Nauðsynlegt að fara í sérstaka skoðun og mótun aðgerða til að tryggja þeir sem eiga réttmæta kröfu að fá ekki skerta aðkomu að bílastæðum og hafa greitt gjöld vegna þess fá að njóta þeirra réttinda fram yfir þá sem gera það ekki í sama mæli. Sérstaklega verði skoðað hvernig hægt að nota gjaldskyldu íbúðakort eða önnur slík kerfi til þess. Lagt til að borgarstjórn samþykki að vísa því til umhverfis- og skipulagsráð og útfæra leiðir til að gera aðgerðaáætlun hvernig hægt að gæta þessara réttinda áður en framkvæmdir hefjast á viðkomandi þéttingarreitum. Og þetta var eins og ég sagði áðan samþykkt samhljóða hér bara á sama fundi og aðalskipulagið var samþykkt sem 27. nóvember fyrir ári síðan. Við hefjum þessa umræðu vegna þess að við vitum í rauninni ekkert hvað í gangi í þessu máli. Það kom meira en ár síðan og ekkert okkar hér í minnihlutanum vitum í raun og veru neitt hvar máli stendur. Þannig að ég eiginlega bara óska eftir að fá upplýsingar það hér á þessum fundi frá þeim aðilum sem meira vita eða hafa kannski einhverja fréttir að færa því að ég sá síðast núna, ég held að það veri fyrir 2 vikum frekar en viku síðan að þá var fundur með íbúum í hverfinu í Rauðarárholtshverfinu þar sem að þéttingin mikil og hún að verða klár. Fólk að fara að flytja þar inn bara eftir skamman tíma. Þannig að okkur liggur verulega á að fara að sjá þessar aðgerðir mótaðar þannig að við getum farið að ræða og gera eitthvað við þær og jafnvel samþykkja þær. Þannig að það mjög skrítið að við höfum einhvern veginn ekkert frétt af þessari vinnu og að mér skilst frá þeim sem að þó hafa heyrt að það sé einhver vinn í gangi að þá sé hún mjög takmörkuð. Þannig að ég óska eftir því að fá að vita hvar þessi vinna stödd og hvernig meirhlutinn hyggst vinna hana. Því að við höfum einhvern veginn enga hugmyndum í hvaða ferli hún eða hvaða hugmyndir eru uppi að gera þetta og klára þetta. Í þessari frétt íbúafundurinn daginn þá kom í rauninni bara fram, ég sjálf gat ekki setið þennan fund þó ég hef verið boðuð á hann. Kom fram að þar hafi verið kynnt gjaldskylda en ekkert annað. Bara þessi gjaldskylda eins og við þekkjum en í raun og veru ekkert annað. Og þegar við lögðum fram þessa tillögu þá var umræðan á þann hátt að við þyrftum í raun og veru að búa til eitthvað kerfi því að það eru leið og þétting byggðar verður og við förum ekki að vera afslátt af gatnagerðargjöldum. Þá verða til 2 hópar íbúa. Þeir sem eru búnir að borga fyrir í rauninni gatnagerðina og bílastæðin og svo hinir sem eru að fá afslátt af þeim gjöldum og eiga þessna í raun og veru ekki eða takmörkuð réttindi yfir því að fá að leggja þegar það svona takmarkað pláss. Og ég held að það sé fyllilega hægt að leysa þetta. Þetta flækir störf bílastæðasjóðs hugsanlega en það hefur, þó að það hafi, ég satt nú þar tíma á síðasta kjörtímabili eða núna bara síðustu mánuðina af síðasta kjörtímabili og þó að maður reyndi að fara inn á þessa umræðu þá einhvern veginn var það aldrei gert. Það var einhvern veginn aldrei tekið og ekki skoðað. Þannig að
ég bara óska eftir að fá að vita hvað þetta statt og í hvaða fasa meirihlutin með þessa vinnu. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarfulltrúa Áslaugu Maríu Friðriksdóttir kærlega fyrir að koma með þetta mál hérna upp og minna okkur á þetta. Það er rétt að þessi tillaga var samþykkt samhliða aðalskipulaginu í 27. nóvember 2013. Ný skipulagsreglugerð sem tók gildi afnám þá skyldu sveitarfélagsins að setja lágmarkskröfu bílastæði og í kjölfarið voru settar nýjar reglur lagningu ökutækja sem fylgja með aðalskipulagi. Það er settar nýjar reglur bílastæði, borginni skipti upp í mismunandi svæði, settar reglur hjólastæði. Svo helsta breyting var að það sem það var búið að fella út lágmarkskröfu, þá þurftu húsbyggjendur ekki lengur að kaupa sér frá stæðum á ákveðnum svæðum í borginni ef þeir hugðust ekki byggja nein bílastæði. Við erum búin að vera vesenast svolítið með þetta, það er vinna í gangi, hún er kannski ekki, ég veit ekki hversu formgerð hún en það er búið að samstarfa milli bílastæðasjóðs, umhverfis- og skipulagssviðs og samgönguskrifstofu og samgöngustjóra hvernig best er að vinna með þessar reglur, að það er rétt sem Áslaug segir, þá er með hluta fólki sem hefur sem sagt keypt sér frá stæðum með einhverjum tímapunkti, er ekki bílastæði inn á sinni lóð og geta þá keypt íbúðakort. Peningarnir sem fóru að kaupa sér frá staðum runnu til bílastæðasjóðs og voru þeir notaðir í uppbyggingu almenningsbílastæða í borginni og nú erum við að skoða það hvort það sé rétt að þeir íbúar sem kaupi íbúður í íbúðum það sem ekki var keypt sér frá lágmarkskröfu bílastæða eigi rétt á þessum íbúðakortum. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að leysa. Það sem við erum að skoða líka og er verið að skoða víða í borgin til að mynda í Vesturbugt og einnig öðrum stöðum í miðborginni, það er hvort við getum reynt að gera hvort tveggja og nýta okkur þessar nýju hugmyndum deilihagkerfi þegar kemur að bílastæðum. Það er að segja byggja nýja bílakjallara sem eru rauninni almenningsbílakjallar samhliða húsbyggingum og þannig gefa fólki það valfrjáls hvort að þau fái bílastæði eða ekki og geta þannig leyst bílastæðavandann sem gæti myndast ef allir sem myndi flytja í húsi væri til að mynda á bíl. Þetta er annars sem við erum að skoða. Eitt sem við erum líka að horfast í augu við er að sumstaðar eru við með vannýttar fjárfestingar sem við höfum farið í eins og til að mynda bílastæðahús á Veitatorgi og Stjörnuporti þar sem við myndum alveg vilja sjá þéttingu þar sem gæti hugsanlega nýtt þau stæði sem langtíma stæði. En það er bara mjög fínt að fá þessa fyrirspurn inn. Ég held að við þurfum bara að drífa okkur að klára þetta mál. Þetta hefur verið rætt inn í bílastæðanefnd, þetta hefur verið rætt inn í umhverfis- og skipulagsráði og það er bara komið tími á að fara að herða skrúðurnar og klára þessa vinnu. Það hefur líka verið varpað fram þeirri hugmynd að þess ákvörðun hafi fylgt hvort að nýjar reglur lagningu ökutækja þyrftu að fara í endurskoðun núna árið seinna. Við höfum lært ýmislegt á þessu ári eftir að vera að vinna með þeim og hugsanlega viljum við gera einhverjar breytingar þar á. Ég vonandi að svara einhverjum spurningum annars hveti ég til að koma í andsvar og fá frekari skýringar ef ég glemdi einhverju. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir við. Forseti, borgarfulltrúar, eins og fram kom hjá borgarfulltrúa Kristínu Soffíu að þá hefur þetta verið tíðkast að aðilar hafa geta keypt sig frá bílastæðum og þessi peningar hafa verið notaðir til þess að byggja upp þessi almenningsstæði. Hlutirnir eru kannski svolítið öðruvísi núna að þegar við erum að fara í þessa miklu þéttingu byggðarinnar að þá eru þetta ekki pláss lengur fyrir þessi bílastæði. Þannig að hérna áður eða eins og staðan er í dag að þá geta íbúarnir fengið íbúðakort en það held ég að sé algjörlega óraunhæft að við getum haft hlutina þannig að þegar við erum búin að fara í þéttinguna og búin að byggja að það verði ekki mikið eftir á stöðum fyrir þessa aðila til þess að leggja bílum þannig að það er svona eiginlega þetta er svona frekar svona órökrétt. Ég myndi kaupa mér eign sem að ég kaupa verktaka á lægra verði af því að fylgir ekki með bílastæði
og ég get síðan labbað með niður til bílastæðasjóðs og fengi íbúðakort í staðinn. Þetta er ekki rökrétt. Þannig að ef við ætlum að hafa þessa stefnu, þéttingu byggðar, þar sem eru í rauninni ekki, þar sem að fólk, það er ekki í rauninni gert ráð fyrir að fólk sé á bílum að ákveðnu leyti, þar að segja að fólk labbar og tekur strætó og hjólar, að þá getum við ekki velt vandanum yfir að það að við eigum að finna einhvers staðar annar staðar bílastæði í borgarlandinu fyrir þessa aðila sem kaupa sér ódýrara húsnæði. Þannig að við verðum að huga þessu. Er eitthvað meira landrými til þá nokkrum götum neðar eða ofar. Þannig ég held að við verðum algjörlega að skoða þessa reglu frá grunni og láti ekki bara verktakana fara hlæjandi að okkur alla leið í bankann ef við ætlum að hafa hlutina svona. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég get tekið undir margt í máli borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur. Þess vegna að segja eitt sem við erum búin að vera að skoða og verður gert í Vesturbyggð, það er að byggja, eins og ég sagði, almenningsbílakjallara á vegum bílastæðasjóðs undir þéttingarreitum. Þannig getum við rauninni byggt hagkvæmari bílakjallara sem afla tekjum, þá er þá minni kostnað sem fellur á þá íbúa sem flytja inn í húsnæðið. En jafnframt eru það fleiri bílastæði til á svæðinu. Þetta sem ég var að reyna að vísa í áðan, kannski óskýrt, hvernig við nýtum okkur deilihagkerfið. Það er dýrt að byggja bílastæði undir þéttingarreitum á dýrum svæðum sem er það bara nýtingu hálfan daginn. Þannig að það er búin að vera að fara í gegnum reglugerðir og þetta virðist vera mögulegt þáttur að aðrir hafi sagt okkur annað áður. Annars ekki fullkomlega undir með íbúðakortið og þess vegna erum við að mynda þessar nýju reglur íbúðakortið og þá erum við að segja ef að það hefur ekki verið keypt sér frá bílastæðum og engin bílastæði fylgja með á lóð, þá hugsa verði skert aðgengi að íbúðakortum eða verður eitthvað. Þannig að, já, takk. Jú, ég verði að bæta við einu. Við verðum líka að horfast í augu við það og kannski ástæðan fyrir að skoða þetta fyrst að við erum með tæplega 20% heimila í miðborginni sem eru bíllaus, þar sem það er engin bíll á heimilinu skráður. Þannig að upphaflega hugsunin var ef við erum með þann markað að fólki sem vill kaupa sér litlar íbúðir í miðborginni og er ekki með bíl, þá sé einhvern veginn skrítið ef miðborginni, ef borgaryfirvöld eru búin að skylda alla verktakans að byggja stæði sem hugsanlega er ekki kaupandi að. Og það er kannski eitthvað sem við erum að reyna að leysa líka og þá er þessi pæling með að vera með almenningsbílakjallar undir þéttingarreitum eitthvað sem við erum mjög hrifin af. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sem er næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil líka, eins og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir, þakka fyrir það að við skulum vera brýnd í þessu máli. Þetta er mikið, talsvert flókið og stórt mál og svona megin ástæðan fyrir því er einfaldlega svo við erum að færa okkur úr einu kerfi í annað kerfi. Við erum að færa okkur úr ofsalega bílmiðuðu kerfi í kerfi sem er ekki jafn bílmiðað og þessu bílmiðaða kerfi fylgdu alls kyns reglur, meðal annars eins konar hvatakerfi sem í rauninni skyldaði verktaka til þess að byggja frekar mikið af bílastæðum og þá er ekki verið mikið að pæla í því hvort það verið raunverulega mikill áhugi hjá öllum tilvonandi kaupendum eða leigjendum að nota bílastæðin. En eitt af því sem er svo sem komið hérna fram að ef að fjölbýlishús er byggt og þar eru til að mynda talað í deiliskipulagi 0,5 bílastæði á íbúð, að þá er það augljóslega dálítið flókið mál og þess vegna er eftir því sem ég best veit og veit það raunar að bílastæðasjóður er núna að vinna að nýrri reglugerð sem að tekur á þessum nýja veruleika
þessum nýja veruleika minni krafna bílastæði. Og ég vona það að það verði bara strax í janúar að þær reglur svona komi fram og til umfjöllunar, því að það er mjög nauðsynlegt og það getur, að því megin markmið, og það er alveg skýrt í aðalskipulaginu, megin markmið þessu að kveða á til að mynda hámarksbílastæðakröfur í stað þess að tala eingöngu lágmarksbílastæðakröfur, er það að bílaumferð haldi ekki áfram að aukast stöðugt hér ár eftir ár, næstu áratugina eins og verið hefur. Og eitt af því sem að eykur bílaumferð er þegar að það er endalaust til af bílastæðum og umferðarmannvirkjum, þannig að ein leið sem að borgarvöld hafa til að takmarka þetta er að fækka bílastæðum, en fækka þeim þó þannig að þeir sem að þurfa bílastæði geta alltaf fengið bílastæði, en þeir sem þurfa það ekki, sem sagt, hafa þó ekki bílastæði og þurfa ekki að borga fyrir það. En þá getur það varla gengið þannig fyrir sig að þeir sem að til að mynda fá íbúð í slíku húsi með 0,5 bílastæðum og fá þá sína íbúð af því að þeirra íbúð fylgir ekki bílastæði og fá þá, sem sagt, þeirra íbúð ætti þá samkvæmt svona kostnaðarútreikningum að vera sirka 7 milljón krónum ódýrari heldur en íbúðin við hliðina með bílastæði, að þá er ekki mikið sanngirni því að sá íbúi fái samt sem áður íbúakort og geti þá held ég fyrir 6.000 krónur átt rétt á því að leggja allan ársins hring í raun ókeypis eða fyrir þennan 6.000 kall bíl. Og það er nákvæmlega þessu sem að bílastæðasjóður þarf að taka. Og svo eru allskyns sjónarmið í þessu og það er alveg bara upplagt í svona ræðu hér eða svona umræðu hér í borgarstjórn að vera opin fyrir því. Kristín Sofía kom inn á það aðeins áðan, heyrðist mér að eitt sjónarmið til dæmis það að, og það mun vera kannski í erlendis, á Norðurlöndum sumstaðar, að þá sagt sem svo, já það er bara sjálfsagt að fólk eigi bíla, það er bara hið allra besta mál, en það er hins vegar verra ef það er stöðugt að keyra á bílunum og þá er það gert þannig að það eru kannski það eru ekki mikla takmarkanir á bílastæðum við heimili en hins vegar eru takmarkanir á bílastæðum við vinnustaði og skóla og slíkt. Það er önnur leið. Af því í þessum reglum sem að núna eru að þá er meira hort á heimilin, reyndar líka á skóla, þessar nýja bílastæðareglur sem að eru markaðar eða mótaðir í aðalskipulaginu gera til dæmis ráð fyrir því að öfugt við það sem að var að þá eru engin bílastæði í skólunum eingöngu eitthvað takmarkað fyrir starfsfólk og það er talsvert róttæk breyting. Það held ég gert áður ráð fyrir 5 bílastæðum per skólastofu sem er ofboðslega mikið. En þannig að þetta er í mótun og auðvitað er þetta stöðugt viðfangsefni umhverfis- og skipulagsráðs. Það var nú bara núna hér síðast og hefur oft verið á undanförnum vikum eitt svæði við Ásholt eða Brautarholt sem hefur verið talsvert umrætt og ég ætla svo sem ekki fara út í það en borgin reynir að mæta svona áhyggjum og ákveðnum kröfum sem að þar eru gerðar. Það er alltaf einhver sveigjanleiki til að mynda ef að götu er breytt í einstefnugötu og þá myndast pláss fyrir bílastæði. En hins vegar verður það líka að vera klárt eins og á því tiltekna stæði að þar sem að hefur orðið einhver hefð að leggja bílum er ekki það sama og menn hafi rétt á því að menn, ef við skoðum hvað er bílastæðaréttur, það er aldrei sérstakt hugtak en ég ætla nú ekki að fara að snúa út úr því en ég svona aflaði mér aðeins upplýsinga þetta og þá er þetta þannig að í rétti til bílastæðis þá felst réttur eiganda bílastæðis á lóð til að nýta það. Bílastæði á lóðum eru sjálfsögð réttindi þeirra sem að hafa yfirráðarétt yfir lóðinni og er öðrum en lóðar hafa óheimilt að leggja í þau.
og sama gildir gestastæði og lóðum, þau eru ætluð gestum viðkomandi hús en ekki almenning. Svo eru líka auðvitað til bílastæði í borgarlandi og borgarlandi sem eru í eigu borgarinnar og öllum heimil notkun þeirra og þá gildir reyndar reglan að sá sem kemur fyrstur, hann fær, við þekkjum það fyrir að leggjum bílunum okkur á bílastæðum hérna, að þeir sem eru fyrstir, þeir ná stæði, en þeir sem eru síðastir ná oft ekki stæði. Þannig að þetta er nú svona þessi einfalda skilgreining á bílastæðarétti. Umræðan fer stundum aðeins, finnst mér, út víðan völl þegar að íbúar sem hafa kannski eitt bílastæði per íbúð og einhver gestastæði í fjölbýlishúsum eru á móti uppbyggingu í nágrenninu vegna þess að þá telja þeir að íbúar þar muni fara að leggja í götunni þeirra. Það getur verið alveg eðlilegt að fólk pæli á þessum nótum en að mínu mati, svo ég bara lýsi mínu mati og þá geta þetta ekki verið rök sem að vega mjög þungt af því að við getum ekki haft það þannig að slíkir hagsmunir haldi í rauninni borgarhverfum í gíslingu og ekkert sem hægt að gera vegna þess að það geta haft einhver áhrif í einhverju götunum minni og strangt til tekið það þannig að það á engin göturnar eru sami borgarbúana. Þess vegna getum við lagt á Grenimelnum eða á Baldursgötunni, þar sem ég bý, hvaðan sem við komum og hérna hver sem við erum. Í sambandi við þessa tillögu sem var samþykkt að þá svarið þetta að það verið að vinna að þessu og einkum á vettvangi bílastæðasjóðs en til það nærtækast. En þetta líka til stöðurar umræðu í umhverfis- og skipulagsráði og kannski muni þá mótast verklag og reglur þegar við sjáum tillögur bílastæðasjóðs hvernig við höldum á þessu á þeim uppbyggingar- og þéttingartímum af því það mjög brýnt næstu misserin. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar. Ég þakka nú bara borgarfulltrúanum Kristínu Soffíu Jónsdóttur og Hjálmari Sveinssyni fyrir svörin. Sko ég verð nú að segja það að þegar ég satt í bílastæðanefndinni sem var nú bara fyrir kosningar, heyrði ég aldrei orð, hef ég á engum þeirra funda heyrt orð að þessi vinna væri í gangi. Þannig hún hlýtur að vera frekar nýbyrjuð. Allt í lagi með það. Hins vegar held ég að við verðum bara að hraðinni því að bara fólk að flytja inn á þessi þéttu svæði og þetta svona smá réttlætismál, finnst mér. Mér finnst ég algjörlega sammála borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur. Við þurfum með smá að tengja verðmætin. Við erum að aftengja þau til þess að geta uppfyllt það markmið okkar að gera húsnæði ódýrara. Við erum öll sammála það. Þess vegna aftengdu við það þurfa að fara og borga allar þessar milljónir fyrir bílastæði eða einhvers konar gatnamannvirki með íbúðunum. Þetta bara gerðum við og erum sammála það. Hins vegar þá bara alveg hrikalega ósanngjarnt að alveg eins skildi það þá ekki með aðkomu að götunum. Það getur ekki bara verið einhvern veginn, við getum ekki bara gefið okkur það að fólki sem kemur til með að búa þarna muni ekki eiga bíla. Við getum ekki bara gefið okkur það. Og við samþykktum að fara í einhvers konar aðgerðir og sem við erum greinilega byrjuð á. En ég held að við verðum að hraða þessu og mér finnst þetta ekki að vera áberandi. Ég er nú búin að setja í skipulagsráðinu núna í einhverja 2 mánuði, jafnvel, ég hef ekki heyrt þessa vinnu. Og óska þess bara að við tökum hana fljótlega upp og hröðum henni eins mikið og hægt er. Og ég óska líka eftir því að við minnihlutinn fáum að vita eins meira svona strauma og stefnur í svona vinnu. Þetta svolítið hulið, ég verð nú eiginlega viðurkenna það. Þetta svona einhvers konar falin vinna. Það hvergi hægt að lesa hana eða einhvern veginn afla sér upplýsinga hana nema hér. Og ég þakka kærlega auðvitað fyrir þau svör sem framkom. En við boðum bókum.
Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið.